Ef við erum með 2 punkta í hnitakerfi, þá má alltaf draga beina línu í gegnum þá og ef við tökum bara þann hluta línuna sem liggur milli þessari 2 punkta, þá getum við kallað það strik. Þannig að strik er raun og veru eins og bein lína en það hefur 2 endapunkta. Og strik hefur ákveðna eiginleika eins og til dæmis, það hefur endapunkta, það hefur lengd og það hefur líka miðpunkt og nú ætlum við að skoða hvernig við finnum miðpunkt striks. Skilgreinum finnst hvað miðpunktur striks er. Miðpunktur striksins AB er sá punktur á strikinu AB sem er jafn langt frá báðum endapunktum A og B. Þannig að við ætlum ekki bara að taka hvaða punkta sem eru jafn langt frá AB, hann verður að vera á strikinu. Og reglan sem við notum til þess að finna miðpunktinn er þessi að miðpunktur striksins AB er fundin með jöfnunni M, hérna köllum við miðpunktinn M, er jafnt á x1 plus x2 deilt með 2, komma, y1 plus y2 deilt með 2, þar sem A er jafnt á x1, y1 og B er x2, y2. Þannig að þessi x og y sem við verðum að tala um hér eru hnitin úr punktunum A og B og athugið að x1, y1, sem bæði sem hafa númerið 1 kom úr A og bæði sem hafa númerið 2 kom úr B. Nú, við skulum taka dæmi þar sem við erum að nota þessa reglu og byrjum á bara einfaldri dæmatípu sem er þannig að við ætlum að finna miðpunkt striksins AB ef A er jafnt á 3,-4 og B er jafnt á -2,-8. Og við vitum þá þar að leiðandi að x1 er 3, x2 er -2, y1 er -4 og y2 er -8. Og þá setjum við bara upp jöfnuna, svona, miðpunkturinn, hann heitir M, þar sem skrifum við M jafnt og síðan setjum við bara upp brotið. Við erum með 3 sem er x hniti úr A og svo erum við -2 sem er x hniti úr B og leggjum saman 3 og -2 og deilum í útkomuna með 2. Svo kemur komma til að aðskilja hnitin. Y hniti úr A er -4 og y hniti úr B er -8, leggjum það saman og deilum með 2 og þetta er þá hnit miðpunktsins. Við skulum sjá reikna bara út úr þessu. 3 - 2 er 1 og 1 deilt með 2 er hálfur. Setjum það hér. Nú, -4 - 8 er -12 og -12 deilt með 2 er -6. Hérna erum við búin að finna miðpunktinn og þar með er í raun og veru útreikningum lokið. En við skulum skoða þetta örlítið betur á mynd. Ef við teiknum þetta upp, þá getum við sett upp svona hnitakerfi að það er ekki jafn kvarði á y og x-ás. Á x-ás er 1 rúða 1 eining en á y-ás er 1 rúða 2 einingar. Og við teiknum punktana A og B. Þarna er A 3,-4 og síðan kemur B -2,-8 og svo getum við teiknað strikið þannig á milli. Svona. Þetta er strikið AB og miðpunktur þessa striks er þessi M og við sjáum að þessi M-punktur, hann skiptir strikinu í 2 jafn langar lengdir og hann er með hnitið hálfur, -6. Hálfur hérna mitt á milli 1 og 2, 0 og 1 og -6 er hérna y-hnitið. Hin gerðin á dæmum sem getum reiknað með þessari reglu getur verið á þessa leið. Miðpunktur striksins AB er M jafnt á -5,3 og A er jafnt á 2,-1. Nú ætlum við að finna B. Það er að segja að við vitum hver miðpunkturinn er og við vitum annan endapunktin og okkur vantar hinn endapunktin. Lausnin er einfaldlega svona. Fyrst þurfum við að ákveða hvað við ætlum að kalla hnitin í B og ef við notum bara sama táknmál eins og er í reglunni, B er jafnt x2, y2, þá getum við sett upp jöfnu til að finna x-hnitið. -5, það er hnitið í miðpunktinu og það er jafnt og 2 plus x2 deilt með 2. Þannig að við vitum á reglunum, það kemur x1 hérna fyrst,
en við vitum að það er 2, þannig að við getum sett það hérna inn í jöfnuna. Nú þá er okkur ekkert að vanbúna, við bara leysum þessu jöfnu. Margföldum 2 yfir, fáum -10 er jafnt og 2 plus x2. Færum 2 yfir og fáum -12 er jafnt og x2. Við gerum það sama fyrir upsilónin. Fyrst fáum við 3 sem er upsilonhnit miðpunktsins, er jafnt og -1 sem er upsilonhnit A, plus y2 deilt með 2, margföldum 2 yfir og fáum 6 er jafnt og -1 plus y2 og færum -1 yfir og fáum 7 er jafnt og y2. Og b er þá jafnt og -12,7.